góðan daginn, gott fólk og velkomin í næstu skref. Í þættinu í dag ætlum við að ræða landbúnaðarmál og meðal annars nýja skýrslu eða upplýsingaplagg inn í frekari vinnu varðandi nýja landbúnaðarstefnu fyrir Ísland. Og við höfum fengið góða gesti til okkar í þáttinn og það er Björn Bjarnason sem mann mitt í hópi sem er að vinna að þessum málum og sem var kynnt núna í vikunni. Við erum síðan með Vigdísi Häsler, framkvæmdastjóra Bændasamtakanna og Herdísi Gunnarsdóttir, formann Landssambands kúabænda. Við erum öll velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Takk fyrir. Björn, ég ætla að byrja á þér. Ef þú færir kannski svona í stuttu máli til að byrja með, svo færum við dýpra inn í þetta. Varðandi efni þessa plaggs sem þið voru að kynna núna á miðvikudaginn og þessa vinnu sem hefur farið fram á tilurð vinnunnar og þetta plagg sem þau kynntuð á fínum fundi sem þið senduð út á miðvikudaginn. Ef þú færir hans í stuttu máli gegnum þessa vinnu? Já, þetta er búið að taka langan tíma þannig að það er erfitt kannski að segja það í stuttu máli en eftir að búvörusamningarnir voru gerðir á svona tíma núna fyrir 2 árum eða hvernig sem það var að þá var sett af stað vinna á vegum landbúnaðarráðherra sviðsmyndagerð á sviði landbúnaðar sem KMPG vann og það voru kallaði til eitthvað 400 manns til þess að ræða málið. Það var gefin út skýrsla og hún liggur fyrir og það liggja fyrir þessar sviðsmyndir og síðan var það vorið í fyrra að þá hafði landbúnaðarráðherra samband við mig og lýsti áhuga á því að það yrði haldið áfram með þessa vinnu og mótuð landbúnaðarstefna. Það fól okkur Hlédísi H. Sveinsdóttur að vinna þetta verk og með okkur voru Sigurgeir Þorgeirsson og Bryndís Eiríksdóttir og við vorum sett af stað í september á síðastliðnu ári og það var COVID og hvernig áttum við að taka á þessu. Við lagt fyrir okkur að hafa samráð við fjölda aðila sem við gerðum. Við héldum 64 fundi og hittum meðal annars Herdísi á fundi og marga fleiri og fórum yfir þessi mál og ákváðum í ferlinu að við ætluðum ekki að leggja fram fastmótaða tillögu að landbúnaðarstefnu, heldur teldum við að það þyrfti enn að skapa nýjan áfanga í þessu máli og það ætti að búa til það sem við höfum gert núna umræðuskjal sem yrði lagt fyrir og rætt til þess að virkja sem flesta til stuðnings við málið. Við höfðum tíma til 31. mars síðastliðinn til þess að vinna þessu og við skiluðum ráðherra skjalinu 30. mars. Síðan hefur það verið undirbúið og prentað og gengið frá því eins og þarf að gera. Það tekur sér tíma að próforkalösa og hreinsa og nú liggur það fyrir og nú ætlunin að í júnímánuði frá 1. júní til 15. júní að þá verði efnt til funda land allt og þetta skjal rætt. Þannig að þetta má segja formið, ferillinn og formið. En þegar kemur að inntakinu að þá verðum við átt okkur á því strax í upphafi hvað það í umhverfinu sem kallar á helst breytt viðhorf þegar litið til landbúnaðar hér á landi og annar staðar. Því að það var líka sett fyrir okkur erindisbréf sem á sjá, ég ætla ekki að rifja upp hér, en það sem við komumst að niðurstöðum var að það væru 3 meginbreytur, það væri landnotkunin, það væri loftslagið og það væri ný tækni og þróun hennar. Ég vil nú gjarnan kalla þetta 3L því að ég tel að ný tækni og þekking falli vel undir orðið leikni, það að segja að hafa hæfileika til þess að nýta sér það sem menn hafa aðgang að. Og síðan ég sannfærður það eftir að hafa unnið þetta að það verða að líta til 4. breytunnar sem eru alþjóðlegar skuldbindingar Íslendinga. Og það má segja að á þessum 80 blaðsíðum sem nú hafa verið kynntar að þá tökum við á landbúnaðarmálum í ljósi þessara megin viðhorfa. Nú við birtum þarna 19 megin punkta sem við teljum að
þurfum að hafa til hliðsjónar sérstaklega fyrir utan inngang og almennar hugleiðingar. Þannig að þetta ramminn og þetta hefur verið lagt fram, þetta liggur fyrir á samráðsgátt ráðuneytisins og síðan verða þessi fundir. Þannig að svona stendur málið. Þetta nú eiginlega fyrsti fundurinn sem ég tek þátt í þetta mál fyrir utan kynningarfundin. Þannig að ég veit ekki hver viðbröðin verða, kannski verður þetta mikill hitafundur hér í dag og þá skýrist það fyrir mér hver við farið út á sporinu. Já, einmitt. Vigdís, ef þú byrjar svona, þið væntanlega búin aðeins að fara rólega í gegnum þetta hjá bændasamtökunum. Hver svona ykkar fyrstu viðbröð við þessum hugmyndum? Við erum bara heilt yfir bara mjög jákvæð í garð þessara vinnu sem fór fram sko. Og það er virkilega ánægjulegt að sjá fyrir mig sem hefur svona bakgrunn í sveitarstjórnarmálum sko, að sjá tenginguna við sko líka byggðaáætlun sem er bara einstaklega mikilvægt plagg og líka tenginga við aðrar áætlanir og sérstaklega er ég hrifin af því einmitt að það er raun og veru ekki hægt að tala landbúnað án þess að tala sko líka samræmingu þeirrar atvinnugreinar við aðrar stefnumótandi áætlanir ríkisins eins og í bara raforku og fjarskiptum og byggðaáætlun og svoleiðis. Þannig að heilt yfir er bara mjög ánægð og sérstaklega líka með þetta vegna þess að það virðist nú verið svolítið einkennandi í gegnum árin að þegar skipaður starfshópur og þá er gerð skýrsla og síðan bara er fólk alveg svolítið svona gapandi yfir hvað svo næst sko. Og þess vegna ánægjulegt að heyra sko að Björn og Hlédís ætla að fara úr ráðuneytið, ætla að fara í kynningarferð um landið og halda áfram og heyra í fólki. Og þetta er eitthvað sem svona samræmst líka það sem samtökin eru svona í endurmótun á að reyna að fara þarna út á landsbyggðina og heyra í og styrkja þessi bönd við bændur og búnaðarsamböndin og okkar fólk sem við erum að vinna fyrir í þessum geira. Þannig að þetta er alveg bara okkur hlakka mikið til að sjá hvernig framvindur. Já, og þetta ef ég man rétt, þá þetta 9 eða 10 fundi núna í júnímánuði, Björn núna í byrjun júní að fara með fundi landið og kynna málið og fá viðbrögð. Já, akkurat. Byrjar á 1. júní á Hvanneyri og síðan verður farið á Ísafjörð og síðan verður farið hringferð landið. Já, einmitt. Herdís, hvað segir þú sem formaður Landssambands kúabænda við þessari vinnu og hvernig líst þér á þetta? Ég bara fagna þessari vinnu. Það er lengi búið að tala það að við sem þjóð þurfum að taka okkur einhverja stefnu í landbúnaðarmálum og búa til landbúnaðarstefnu. Við teljum okkur búa yfir ýmsum svona auðæfum sem við kannski tökum sem sjálfsögðum í okkar matvælaframleiðslu og þá svona oft bent á það að við þurfum þá að taka ákvörðun sem þjóð það að halda í þessa atvinnugrein og ég fagna nú kannski líka bara langar að koma því á framfæri því mikla samræðu sem var haft við gerð þessara skýrslu. Við eins og Björn sagði áttum til dæmis fund með þeim og þetta var bara mjög gagnlegt og gott samtal sem við áttum með og ég verð nú að viðurkenna að komir aðeins og óvart bara hvað þið voru búin að koma ykkur óbúslega vel inn í málið. Og bara starf okkar bænda og það sem við snúumst í dagstælega. Og einnig þá held ég að þetta sé rosalega góð þróun þarna. Þetta kemur skýrt fram í skýrslunni að landbúnaður, hugtæki landbúnaður, það er búið að teygjast svo miklu lengra. Það snýst ekki bara matvælaframleiðslu. Það snýst orðið að byggðasjónarmiðum, þetta er bara menningararfur. Menningarmitt. Í þessu og svo margt svona líffræðilegi fjölbreytnileiki og náttúrulega varsla lands. Já, þetta miklu breiðari svona skírskotun heldur við kannski séð áður varðandi landbúnaðarstefnu fyrir landið og þegar við ræðum landbúnað. Já. Það er almennt bara mjög svona jákvæð viðhorf og svona, þetta er svona gott fyrir okkur bændur að fá ákveðna viðurkenningu á mikilvægi okkar greinar. Björn, ef við rennum kannski aðeins inn í svona einstaka punkta og þið í skýrslunni þá ræðið þið og í kynningunni á miðvikudaginn sjálfbæra landbúnað og sóknarfærin tengt þessu, ef þú færir og kannski bara byrja þessu. Það er mjög hættulegt fyrir mig að byrja að tala mikið einstaka atriði og við ekki með 50 mínútur, þannig að
Ég stoppaði af. Ég var nú eitthvað að velja og hafna, Já. en það sem mér finnst, ég verð að segja það, að það sem kom mér, ef ég má, af því ég hef nú ekki verið mikið að, þótt ég sé nú hér í Fljótshlíðinu núna þegar ég tala við ykkur og hafi verið í sveit á sínum tíma og hafi áhuga á búskap og öðru slíku, þá hef ég ekki komið að umræðum eða athugunum á landbúnaðarmálum. Og þess vegna var þetta svona verulegu leyti nýr heimur fyrir mig að fara inn í alla þessa fundi og all þau gögn sem við gátum stuðst við. Og það er þarna í skýrslunni líka ítarefnislisti. En það kom fram þegar maður fór að lesa þetta allt saman að það væri ekki hægt að ganga lengra á mörgum sviðum af því að það vantaði landbúnaðarstefnu. Af því að menn hefði ekki gert það upp við sig hvert vildu stefna með landbúnaðinn. Og þegar maður byrjar á því að lesa þetta og þá fer maður að velta fyrir sér út í hvað maður komin ef það hefur ekki eftir öll þessi ár á Íslandi verið mótuð landbúnaðarstefna. Hvað maður þá að taka að sér að fara að skoða og ræða. Og þeim mun meira sem maður grefur og þeim mun meira sem maður ræðir og þeim mun meira sem maður fer ofan í málið, þá sér maður að þetta einmitt sem hefur komið fram hérna að við verðum að skilgreina landbúnað á miklu víðtækari hátt heldur en við höfum gert. Og við verðum að átta okkur á því að hann til dæmis landbúnaður og hlutverk bænda ef við ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett í loftslagsmálum og með þeim alþjóða samningum sem við höfum gert, þá getum við það ekki nema að virkja bændur. Og það allt saman, það dæmi allt saman, sem er nú mjög flókið og mjög erfitt ekki aðeins fyrir mig og ég held að fyrir alla að átta sér nákvæmlega á hvað Íslendingar hafa gengist undir í loftslagsmálum, að þegar við skoðum það, að þá sjáum við að það vantar til dæmis mikið upp á að við séum búin að stíga það skref, að fá það vottað á nægilega skilmerkilegan hátt að það sem við erum að gera í landbúnaðarmálum og öðrum sviðum í loftslagsmálum njóti þeirrar virðingar, ef ég má orða það svo, sem vera ber og njóti þess fjárhagslega ávinnings sem er af því að bændur leggja sig fram að binda kolefni. Ég held að þetta sé ég nefndi þetta sérstaklega á kynningafundinum, að þetta með vottanirnar er alveg gífurlega mikilvægt mál. Og þeir sem stunda landbúnað hér, þeir hafa öll tækifæri til þess að fá mjög fínar vottanir allstaðar í heiminum, en það vantar kannski aðila hér eða vilja eða ramma til þess að það sé gengi fram með þeim hætti sem þarf. Þetta kemur á loftslagsmálin. Nú síðan þegar við förum að ræða landnotkunina, þá er líka þar að ræða málaflokk sem ekki kannski beinlínis fellur undir landbúnaðarráðuneytið eða þá ákvarðanatöku sem þar fer fram, heldur er á sviði sveitarstjórna, er á sviði samgönguráðuneytisins og sveitarstjórnarráðuneytisins og annarra ráðuneyta, en verður ekki hægt að framkvæma skynsamlega stefnu um landnotkun nema í samvinnu við bændur. Og þar tel ég að bændur og Landgræðslan hafi stigið mjög mikilvægt skref með verkefninu GróLind. Og ég held að það sem komið inn á varðandi nýtingu landsins og beitina og allt þetta, að þar eru sauðfjárbændur gegna þeir lykilhlutverki, kúabændur hafa sínu hlutverki að gegna sjálfsögðu og það er mjög spennandi ræðandi fjórðu innbyltinguna að sjá hvernig hún hefur náð tökum á kúabændum og hvernig kúabændur eru kominir inn á hátæknisviðið og það er eitt af því sem við fjöllum líka. Þannig að þegar við skoðum þessa meginbreytur að þá erum við erum vel á vegi stödd en við þurfum að stíga lengra og það þarf að meta hlutverk bænda meira heldur en gert er til þessa. Einmitt, ég man, þetta rifja svolítið upp þegar maður var í menntaskóla, ég held að þetta verið svona í líffræðitíma, kannski í náttúrufræðitíma 88 sko, 1988, þetta er einhver ár síðan. Þá var maður fyrst að heyra umræðu almennt loftslagsbreytingar, þetta var svona að byrja þarna og með mjög góðan kennari þessu í menntaskólanum. Og þá var nefnt að tala nautgripina, Herdís, nautgriparækt í heiminum með haugasið og metan og gróðurhúsalofttegundir og það var talað eitthvað 20% geti komið frá nautgripum. Síðan hefur verið til umræða og það hefur verið að rannsaka ýmsa þörunga eða hvað þetta er að gefa. En þetta er kannski, sko, hvernig lítið þið á þetta og líka þá hvernig við höfum að taka þessi skref frá hvaða punkti og hvernig varandi þennan þátt sem að Björn er að benda varandi kolefnisbindinguna og síðan þennan útblástur og allt þetta. Já,
Það í rauninni margt í þessu, kannski til að byrja með, þá langar mér líka að koma inn á það eru margir sem sjá fyrir sér að við þurfum að fara að setja rosalega mikla peninga, þessu rosalega kostnaðarsamt að fara í að binda kolefni og minnka losun. Þá horfa menn einhvern veginn aðalega til aðgerða eins og skógræktar eða votlendisins en það eru svo mörg tækifæri nefnilega sem eru í að minnka losun sem rauninni fela bara í sér að bæta reksturinn og það það eitt af því sem eins og Björn er komið inn á, það orðin rosaleg tæknivæðing í íslenskri mjólkurframleiðslu sérstaklega. Við eigum ég held að það sé orðin á okkur ári í röð sem við erum búin að slá heimsmet í hlutfalli mjólkur sem heildarmjólkur sem kemur frá mjöltaþjónum. Það ekkert land sem stendur sig betri að því í leiti og þá náttúrulega lausagangar sem fylgir því. Á sama tíma, á síðustu 30 árum, þá meðalleitin aukist 50% hjá búum. Og það náttúrulega skiptir hellingsmáli í okkur því að við minnir að þetta séu 70% sem hluti losunar nauðdýraræktarinnar bara af þessari fínu orði líffræðilegu ferlum. Við náttúrulega bara orði yfir rop og losun frá greipunum og náttúrulega með því að við höfum bara stórfækka greipum og auki nýtina, þá hefur við minnkað losunin alveg gríðarlega. Svo bara sjálfsögðu allir að horfa eftir öllum þessum leiðum. Það mikið að gerast og mikið verið að kanna að leiðir til að minnka þessa losun með þessum efnum sem þá hægt að bæta út í fóðrið. Og sjálfsögðu erum við náttúrulega líka að horfa til skógræktar líka ásamt þessu öllu saman. Og þar einmitt, ég svo ánægð með það að við áttum mikið samtal þetta einmitt á fundinum með Birni og þeim. Og þetta akkurat það sem við höfum rekið okkur á. Við þurfum að tala við skógarbændur þetta. Það vantar sem sagt, að mér skilst, þá erfitt að fá í rauninni vottun fyrir þá bindingu sem að eldri skógar. Ef þú plantaðir trjám fyrir 10-20 árum, þá það einmitt að byrja að binda svo vel núna, en við færðum ekkert endilega vottun fyrir það. Og bændur bara mjög umræðan hjá þeim rétt eins og í samfélaginu öllu. Hún hefur aukist svo mikið og menn vilja gera eitthvað. Bara íslenska kúabændur klæjar í fingurna að fara að gera eitthvað. En þá þetta kannski ákveðið fyrir okkur að það þarf að vera eitthvað, það þarf að vera hægt að fá vottun og greiningu á því hvað við erum að gera. Þó að sé alltaf gott að ráðast í aðgerðir, þá það svolítið vont að fara í þar en fá þar ekki metnar sem slíkar. Einmitt. Vigdís, þetta, loftslagsbreytingarnar og kolefnisjöfnun og annað. Já. Og það, á búnaðarþingi á síðasta ári, 2020, þá mótuðu samtökin sér sérstaka umhverfisstefnu sem vísað meðal annars til í þessari skýrslu frá Birni og Hlédísi og það líka, við þurfum svolítið líka að hugsa svolítið raunsætt hvað á að gera allt í einu, vegna þess að 2030 næstu því bara á morgun þannig að það þarf að ráðast í stórkostlega aðgerða áætlun þessu tengdu, bara hver ber ábyrgðina, hvert markmiðið og hvernig á að kostnaðargreina og það ánægjulegt að sjá líka eins og með fjárfestingastyrkina eins og til stuðnings á framkvæmdum og tækjakaupum og svoleiðis að það vel hægt að nýta það einmitt á þessum grunni til þess að auka aðgerðir í loftslagsmálum, að það sé eyrnamerkt á einhverju fjárfestingastyrki til þess að koma upp til dæmis bara brennslu á metani, haughúsum og eitthvað svona eitthvað sem bændur hafa virkilega verið að pæla í. Þannig að, og mér finnst svolítið áhugavert að líka að horfa til eins og það var sauðfjárbóndi sem var að ræða við mig eins og European Green Deal, það sem allir þessar styrkir og þessar fjárfestingar, þessi fjármunir sem fara til landbúnaðarins, að þeir séu eyrnamerktir loftslagsmálum. Það sé ekki verið að styrkja ykkur ákveðna þætti í framleiðslu viðkomandi búgreinar, heldur bara heilt yfir. Og þetta kannski eitthvað sem þyrfti að kannski fara að skoða bara hvernig hvernig fjármunum ráðstafað Þannig að og þetta ánægjulegt að þessi svona sirkabát svona þessi velt þarna upp í skýrslunni, það ekki rétt, Björn, þessi hugmyndafræði? Já. Við stöldrum við þetta og það þannig í kaflanum með kolefnisjöfnunina, við ræðum það aðeins, þá erum við þarna með 5 atriði sem við teljum að þurfa að fullnægja í grunninn til þess að þetta skili þeim árangri sem að stemt. Og ég held að fyrir þá sem að vinna í votlendismálum og skógrækt og
kolviði og öðru slíku að þá held ég að það sé ekki síður brýnt fyrir þá að fá alþjóðlega vottun. Já. Það verður að ganga þannig frá þessum málum að þetta sé hluti af alþjóða viðskiptum. Við höfum reynt það oft hérna að búa til einhverja heimavottun en hún dugar ekki. Og vottunin í höndum alveg sérfróðra aðila. Við höfum hér tún sem vottar lífrænt. Við þurfum að skapa forsendur fyrir að fyrirtæki geti starfað en þá þarf líka að vera lagarammi, viðskiptin þurfa að geta farið fram og annars líf. Þetta stórt skref sem þarf að stíga. Ég vil líka nefna landnotkunina. Það eru hópar starfandi varðandi landeign, landareign, endurskoðun á jarðalögunum og mörgum fleiri þáttum sem kom inn á skipulagslöggjöfina og annað slíkt. Þarna verður að finna flöt sem þess eðlis að það sé forsenda fyrir því að veita búsetustyrkja því að maður vita nákvæmlega til hvers á að nýta landið, hver á landið, hvað það stórt og svo framvegis og svo framvegis. Við höfum lagt gífurlega mikla áherslu á það framleiðslustyrki, framleiðslutengda styrki, en við höfum ekki litið jafn mikið til þess að styrkja menn til þess að nýta landið á þann hátt sem gefur mest af sér. Þannig að við þurfum aðeins að beita þarna nýjum aðferðum held ég og meta landið á annan hátt heldur en gert hefur verið í mörgu tilliti og átt okkur á því hvar á skógrækt heima, hvar á beitaland heima, hvar á ræktunarland heima og svo framvegis og þarna þarf líka að hafa sömu reglur landið allt þannig að menn sitji við sama borð þótt að það sé í höndum sveitarstjórna að taka skipulags ákvarðanir. Og það kemur líka fram í skýrslunni oftar en einu sinni að við séum að fara nokkrum orðum það sérstaklega, en þá kemur fram oftar en einu sinni í skýrslunni að menn virðast búa við mismunandi skilyrði, til dæmis varðandi, ég veit ekki hvað ég á að nefna, en mismunandi skilyrði, mismunandi heilbrigðisreglu framkvæmd, mismunandi skilyrði eða það eru matarmarkaðir, það eru eina reglur sem gilda hér, aðrar einhvers staðar annar staðar og svo framvegis. Þarna þarf líka að finna ákveðið samræmi og matvælastofnun og heilbrigðisyfirvöldin þurfa að líta á landið í heild en ekki eftir einhverjum héraðsbundnum sjónarmiðum sem mótast kannski að við þurfum einstaklinga frekar heldur en efnislegum og hlutlægum reglum. Þetta saman samhliða því að það lögð mikil áhersla í skýrslunni á beint frá bíli eða smáframleiðendur og tækifæri fyrir þá, að þá þetta líka hluti af því sem við erum að tala um. Og ekki síður erum við að tala um það að við teljum að landbúnaðurinn hafi tekið á sig alveg nýjar skyldur með aðildin að Evrópska efnahagssvæðinu. Tollana, við vitum heilbrigðiskröfurnar, við vitum innflutning á vottunum, það er búið að samþykkja það er verið að framfylgja því, það er að ná sátt tollana og hvernig að þessu staðið. Þetta stórt skref sem þarf að finnast ákveðin sátt í. En á sama tíma hefur ekki verið að opna með sama hætti hér innanlands. Því að Evrópureglurnar gera ráð fyrir því að menn hafi meira frelsi að því ég tel með sásti til að framleiða heldur en gert ráð fyrir í íslensku reglum. Og það talað það, ég var nú þetta í nefndum Evrópska efnahagssvæðið og það var talað gullhúðun regluna að íslenskir embættismenn og þingmenn að þeir gullhúðuðu EES-reglunar til þess að fá eins mikið vald yfir þeim sem regluna ná til eins og kostur væri. Þetta má ekki gerast í landbúnaðinum. Það verður að vera svigrúm fyrir menn til þess að vinna hér á sambærilegan hátt og svigrúm til þess á öðrum stöðum í EES. Þetta mjög spennandi viðfangsefni, mjög viðkvæmt. Það kemur nú inn á náttúrulega afurðastöðvarnar og annað slíkt, en þetta eitthvað sem verður að ræða líka og maður verður að gera sig grein fyrir. Við erum ekki jafnfætis öðrum þegar við lítum á þetta frá evrópsku EES-reglunum. Björn, þarna ferðu efnislega gegnum marga stóra punkta og það kannski eitt þarna sem að... Já, það að gera svo því komast ekki það sem merkilegt kannski í þessari vinnu og í kynningunni hjá okkur og það sem stendur í skýrslunni varðandi raunverulega
að þeir eru að leiða inn hugmyndir mögulega breytingu að stuðningsforminu í landbúnaðinum, stuðning ríkisins við landbúnaðin og svona sem töluverð breyting það sem séð áður í umræðunni. Það myndi kannski aðeins koma stutt inn á þetta og síðan Herdís að taka boltan þar. Björn. Ég kom inn á þetta. Það sem við erum að tala náttúrulega bara framhald af því sem framkemur í búvörusamninga. Það voru skrifaðar skýrslur eftir síðustu búvörusamninga og þá koma þar fram ákveðin stefnumörkandi sjónarmið og það sem við erum að gera það að væri æskilegt að þróa samningana meira, ekki endilega hafa það framleiðslutengda heldur að tengja það á öðrum þáttum og það má segja að það sem við erum að gera í skýrslunni eða í skjalinu að varpa upp hvað þarna til umræðu. Það eru bílísgreiðslur sem við köllum, það eru jarðræktarstyrkir, það eru landbóta og umhverfisstyrkir, það eru fjárfestingastyrkir og það eru framleiðslustyrkir. Það er hægt að finna þetta öllu stað og það vísir að öllu, en það er hægt að stýra til dæmis ef að menn vilja draga úr notkun á tilbúnum áburði, þá er hægt að styrkja bændur til þess að reisa haughús og ef að menn vilja gera þetta eitthvað annað, þá er hægt að styrkja bændur til þess að vinna þeim markmiðum og stuðla ákveðinni þróun. Þannig að ég held að, og ef að menn vilja auka hlutanetnotkun eða tæknilega notkun, þá er hægt að styðja menn til þess og svo framvegis. Þannig að þetta er svona matsatriði, hvert vilja menn beina? Vilja menn beina að framleiða fleiri lömb eða vilja menn beina einhverju í að framleiða eitthvað annað? Já, Herdís, þetta, þarna kom eins og við ræðum, þarna eru töluverðar breytingar svona boðaðar eða ræddar með svo, og kannski gott að vera með svona umræðu punkta, þetta er stórmál, hvað segir þetta? Já, þetta er einmitt stórmál og svona ákveði getur stór breyting allavega fyrir mína grein. Ég held að sé alltaf gott að endurmeta hlutina og skoða þá og sérstaklega frá nýju sjónarhorni. Þetta var svona ákveðið stigið í áttina þessum málum árið 2016 þegar síðustu búvörusamningar voru gerðir. Þá er svona stuðningun ákveðið færður í ræktun og landi og landstykki. Ég held samt, það er gott og gilt. Ég held samt held að það þurfi allavega verulega að skoða málið ítarlega og fara varlega og eiga mikið samtal áður en að stórar breytingar eru gerðar. Ef við ætlum að hætta stuðningi á framleiðslu ákveðinna vara, þá er það náttúrulega þetta bara eins og ég segi, mikil stefnubreyting frá því sem hingað til hefur verið. Beingreiðslur eru í raun niðurgreiðsla til neytenda í dag og þá þarf að huga hvernig við tryggjum best öruggt framboð af mismunandi afurðum og hvernig við hugum þá hvötum til framleiðslu þeirra afurða þar sem að bæta þarf í hverju sinni. Með breytingum í þessa átt þá náttúrulega líka velta fyrir sig áhrifum á framleiðslustýringuna en við erum náttúrulega kúabændur nýbúnir að festa kvótakerfið í mjólkurframleiðslunni í sessi og þá velti fyrir mig verða sömu styrkir greiddir til bænda óháð hvaða framleiðsla er stunduð. Framleiðslukostnaðurinn er mismunandi eftir matvælum svo að breytingin í þessa veru gæti haft nokkur áhrif á vöruverð til neytenda. Jafnvel má velta fyrir sig hvort þetta passi við eitt af helstu markmiðum þarna það er landnýtingin ef það verður bara greiddir styrkir út á ræktun en í rauninni kannski ég helst að velta fyrir mér gott að aftengja þetta algjörlega framleiðslunni fá menn bara styrki fyrir sama hvað hvernig tryggjum við að menn fari þá ekki bara í að framleiða það sem í rauninni hagkvæmast að framleiða. Það er náttúrulega bara mjög mismunandi sérstaklega startkostnaður og bara grunnkostnaður í framleiðslu. Fjósin eru bara miklu dýrari og til dæmis ef við tek til dæmi sauðfjárbændur. Þeir eru með allt öðruvísi framleiðslukostnað og bara við framleiðum ekki mjólk hér til dæmis í óáneingrunum kofum með útigöngu allt sumarið. Þetta er kannski helst sem ég er að velta fyrir mér og hvort þetta endi mögulega með því að við séum þá að aftengja þetta algjörlega við landbúnaðarframleiðslu, hvort við getum endað á því, hvort þetta sé þá komið ákveðið í búsetugrunn og hvort við séum fann að, eins og ég segi, greiða fólki óháð starfsemi og það má náttúrulega alls ekki gerast að við aftengjum þetta í landbúnaðarframleiðslu.
Vigdís, Mhm. stuðningsformið og þessar hugmyndir og hvað hafið þið Já. rætt þetta við ykkur og hvað standa mál? Já, sko, bara það þarf bara, einmitt eins og Herdís að segja, sko, það þarf bara að skoða þetta bara vel ígrunduðu máli, sko, og við erum með uppi ákveðið kerfi, sko, sem bara skýrist að því bara hvernig við erum staðsett í heiminum, sko, en svona eins og maður veltir fyrir eins og að greiða sérstaka styrki, sko, fyrir búsetu í sveitum þegar að 20% held ég að mig minnir allri framleiðslu landbúnaðarvara gerist á stórhöfuðborgarsvæðinu, sko, eins og Kjalarnesinu og þar, sko, sem svona nálægt svona höfuðborginni. Þannig að, en ég skil alveg þessa pælingu hana bakvið, það bara að tryggja byggð og búsetu og þetta val fólks til að velja sér einmitt búsetu og atvinnugrein og þess aftur, en síðan, sko, ef við ætlum að fara eitthvað að skoða styrkjakerfi, þá þarf fyrst og fremst líka bara að skoða hvað hefur gerst þarna á undan og það eru náttúrulega þessa reglugerðir sem komu í kjölfar á lögum þessa framsæknu löggjöf velferð dýra sem kemur þarna kringum 2014-15 og svo komu reglugerðirnir þar í framhaldinu og þær voru aldrei kostnaðargreindar fyrir búgreinarnar. Þannig að bara svona sem ég man svona helst eftir að því ég var aðeins að vinna í þessu, sko, nú bara í síðustu viku að það einmitt eins og með svínaræktina, sko, að því að við erum að tala því að Björn nefndi, sko, gullhúðun á Evrópureglum, sko, að þá einmitt, sko, erum við að gera kannski talsvert meiri kröfur oft, sko, til aðstæðna hér á landi heldur en kannski gert í hinu stóra heimi og eins og með svínaræktina, ég meina, það var gerð krafa gólfrými legurými í Gottstígum átt að vera 65 og upp í 85%, sko, og síðan var þetta breytt 2019 af núverandi landbúnaðarráðherra niður í 66 meðan í Danmörku sem við erum að flytja talsvert af kjöti inn til Íslands frá að þar gerð krafa sko 33%, sko. Þannig að það er svona ákveðin svona skekkja, sko. Þannig að ef við ætlum að fara að greina allt þetta styrkjakerfi og þurfum fyrst að sko bara fara í það að greina hverja búgrein fyrir sig og hvernig fjármunum mætti þá vera best ráðstafað. Það er svona fyrst að skoða vel ígrunduðu máli. Já, einmitt. Má ég aðeins bara í þessu sambandi að við gerum náttúrulega ráð fyrir því að þetta séu samningar áfram. Þannig að það verður ekki gengið fram hjá það og semja, það verður að ná samkomulag á milli þeirra sem eru aðilar að samningunum. Þannig að það verður að þróa þetta í samvinnu við allra aðila og það er spurningin það í hvaða stefnu menn velja og við sjáum það til dæmis að hjá kúabændum hvað er mikill stuðningur þeirra að hafa farið fram atkvæðagreiðslur og menn lýsi við stuðningi við ákveðið fyrirkomulag og þá verður náttúrulega að taka mið af því þegar gengið þetta til samninga. En spurningin er svo, þetta er stefna, það stendur í umræðuskjal, landbúnaður á 21. öld. Við erum ekki að segja eitthvað sem á að gerast á morgun, heldur erum við að velta fyrir okkur hvert er skynsamlegt að stefna. Og við teljum og við hafa líka lagt fyrir okkur að taka mið af því sem gerðist annar staðar og við gerum það líka í þessu. Þannig að það verður aldrei sambærilegt hér og eins og í öðrum löndum þar sem landbúnaður er mikilvægur en býr við að skilja því. Og við gleyma því að segja að Evrópusambandið og allt þetta sé eitthvað öðruvísi heldur en við í þessu varðandi stuðning og styrki þá er það algjör misskilningur. Það er algjörlega rátt. Við erum að takast á við samkeppnisstaðan. Hjá okkur verður að taka mið af stuðningi sem landbúnaður veitt alls staðar í heiminum. Já. Þetta er mjög, þetta er svolítið veigamikið í allir umræðu. Ég þekki kannski best til kúabænda og frændfólki í þegi og þannig hefur maður fylgst í gegnum ævina með þar. Og eins og í Eyjafirðinu, þá er þetta orðið, þetta er náttúrulega bara lítil og meðalstór fyrirtæki. Eist ekki kúabú. Í Eyjafirðinum meðalbúi núna 400.000 lítra í kvóta og sem kannski þá svona heildardæmi rekstur upp á 60 milljónir eða svo í árinu. Það 80 svona bú bara í Eyjafirðinum
Þannig að þetta eru 5 milljarðar velta, bara hjá kúabændurinn sjálfum. Síðan erum við með norðlenska kjarnafæði og síðan samlagið í mjólkinni, MS. Þannig að þar bara 15 milljarðar sýnist mér veltan í þessu og ef ég man rétt, það var unnið skýrsla hérna á Eyþingsvæðinu ekki fyrir svo löngu síðan og þá var talað að veltan ári væri kringu 30 milljarðar, þannig að þetta mjög stórt og mikilvægt og stórt þáttur í atvinnulífi hérna fyrir norðan minnstakosti, í norðausturhorninu. Ég þekki ekki eins tölurnar Herdís á þínu svæði hvernig þetta en þetta mjög umfangsmikið rekstur og búin hafa verið að stækka, það mikil hagræðing, þeim hefur fækkað mikið, ég held að séu milli 550 og 600 í dag. Mér finnst þess að sé ekki langt síðan að það voru yfir 1000 sko, kúabúin í landinu. Herdís þetta, hvernig svona, hvað í þessum, hjá þínum félagsmönnum og þeim samtökum sem þú stýrir? Bara almennt þessa fækkun. Já, og hagræðingu og allt þetta. Já, í tölfræðinni á þínu svæði, sko. Ég vissulega mun minna svæði hérna fyrir austan, en jú, það ég fór nú að athuga þetta einmitt fyrir 30 árum, eins og ég var nefna áðan að meðalneitin síðustu 30 árum hefur aukist 50%, þá hefur kúabúnum líka fækkað úr, hvað var þetta, 1500. Það 2/3 sem við höfum fækkað og svona síðustu árum hefur þetta verið svona 3–5% fækkun kúabúa. Og þetta mjög sambærilegt bara við það sem við að gera erlendis. Sömuleiðis náttúrulega, já eins og ég segi, hækka meðalneitin úr 50%, en það sko 70.000 lítrum í hérna meðalbúið. Meðalbúið var 70.000 lítrar, núna það 280.000 lítrar. Þetta náttúrulega stórt þarna á Eyjafjarðarsvæðinu, stórt hér að mjólkurframleiðslunni. Auðvitað þetta bara eins og í öllu öðru, það aukin stærðar hagræðing eða krafa að hagræða og skila betri afkomu og lægri framleiðslukostnaði og þetta auðvitað togast svolítið á við þessi sjónarmið líka. Við viljum samt helst ekki að búum fækki, við viljum að séu kúabú út allt land. Ég heyri það svona í strjálbýli sveitum í kringum mig, þá skiptir bara mjög miklu máli fyrir þau svæði að kúabúin detti ekki út. Þau eru í mörgum tilfellum bara ágætlega stæð, þau búa yfir góðum tækjakostnaði og hafa oft verið að nýtast eins og í heyskap og öðru í kringum sig. Þetta hefur alveg áhrif bara mikil áhrif á byggðarlög í rauninni og kúabúin svona sterkur grunnur oft í því. Þó ég gerir nú alls ekki lítið úr öðru en þetta bara eins og ég segi, alltaf gott að hafa þetta fjölbreytt. Já, en þetta náttúrulega, við höfum bara líka að skila miklum árangri, við höfum skilað aukinni hagræðingu og ég veit ekki, ég má kannski fara þá líka inn og bara þá hagræðingu sem er náttúrulega átt sér stað bara í mjólkuriðnaðinum almennt. Það náttúrulega, eins og kemur fram í skýrslunni þarna þessari ræktun Ísland, þá hefur aðalstöðunum mjólkuriðnaði, þær hafa ákveðið heimilað tiltekið samstarf og það hefur verið sýnt fram og að hagræðingin og aðgerðin í mjólkuriðnaði byggðir á þessum heimildum. Það er náttúrulega skila ávinningi sem nemur 2–3 milljörðum króna á ári. Og þessi hagræðing hefur auðvitað skilað sér í formi annars vegar hærra afurðaverðs til okkar bænda og lægra vöruverðs til neytenda. Og þetta, við erum náttúrulega að horfa mikið á þetta og viljum halda í þetta. Þetta bara frábært. Sá árangur sem við náðst í þessu og þá hefur við náttúrulega líka, við leiðum þá farið við nautakjötsframleiðslu, þá viljum við helst líka kannski fara að sjá svipaða hluti gera þar. Núna hefur náttúrulega mikið verið að tala þess að heimasláturinn og árangur sem getur bara gaman að það sé að nást í gegn sem eitthvað sem sauðfjárbændur hafa sérstaklega gengið eftir og ég held að það geti ýtt bara undir nýsköpun og ákveðið frelsi bænda. En sömuleiðis þá erum við að keppa við innflutning. Sauðfjárbændur eru að keppa við innflutt bara aðrar kjötafurðir en við erum náttúrulega að keppa bara við innflutt nautakjöt og annað kjöt. Og þá náttúrulega svo ofboðslegur munur á slátur og vinnslukostnaði hér. Við erum að fara að slátra í nautakjöti í einhverjum 7 sláturhúsum og einhvern tímann tók ég nú að dæmi, mér finnst skemmtilegt að taka það fram, sko, hvað þetta mikil stærðarhagræðing, við erum að keppa við Danish Crown. Miðað við sláturgetu í einu sláturhúsi þar, þá gæti það lógað öllum nautgripum sem lógað á ári hér á 5 vikum. Þannig að þið sjáið, það alveg gríðarlegt tækifæri þar til þess að lækka vinnslukostnað og ég held að það ætti líka auka tækifæri til nýsköpunar því að þá eru meiri tækifæri til að eiga betri tækjabúnað og nýta þá allar afurðirnar af því þær eru kannski ekki nýtast nógu vel í dag.
Ég held líka sko, einmitt það sem hún Herdís var að rekja núna og talað í skýrslunni þessi að það að koma þarna vaxandi hópur neytenda sem vill svona fá að vita hvaðan hlutirnir koma. Og ég meina við erum íslenska landbúnaðarafurðir eru gæðavara og það svona, þannig að þetta einmitt svona hvaðan eru hlutina að koma, eru að koma úr einhverjum opastlegu iðnaðar sem sagt ræktun sko utanfrá og síðan eru við að þú veist og sauðfjárbændur til dæmis að reyna að hamast í það að fara í lífræna vottun sko fyrir tún og svoleiðis til þess að geta farið fram að lífræna vottun á sinni framleiðslu. Þannig að þannig að það er ánægjulegt að sjá að það sé fjallað þetta sko, þessa hugsun, bara hvað neytandinn ofta að spekulera. Já, og kannski bara umræðum sýklalyf og sýklalyfjaónæmi, við erum að tala reykjarleikann, sem náttúrulega verður kannski ennþá meiri hluti bara þessari 4. umbyltingu sem einmitt rætt í skýrslunni eða því sem hefur komið fram. Svo bara þessi hátækni og allar þessar breytingar. En Vigdís, þú nú líka ekki langt síðan að skrifa fæðuöryggi, grein fæðuöryggi, sem náttúrulega hluti af öllu þessu máli og bara við Björn getum mist okkur að ræða öryggismál, tengt því, en ef þú myndir aðeins fara í matvælaöryggi, fæðuöryggi og þessu umræðu sem að snýra því. Það náttúrulega sko, eins og þið þekkið, að þá náttúrulega fjallað fæðuöryggi og í þjóðaröryggisstefnu sko fyrir Ísland, hluti af því. Og stjórnvöld núna og hafa sem sagt verið mikið að tala fæðuöryggi, kemur út skýrsla, forsætisráðherra að tala fyrir þessu og það eru allir með þessa miklu hugmyndir fæðuöryggi þjóðar og það er ekkert skrítið vegna þess að við erum öll að koma, sem sagt heimurinn allir einhvern veginn að stíga út úr þessu heimsfaraldri. Þá fara allir í að skoða bara hvernig getum við gert hlutina heima hjá mér sko. En það eitt að tala fæðuöryggi en síðan að spekulera í sko hvernig við nálgumst það. Það mikil ábyrgð sett á matvælaframleiðendur með því að tala ítrekað fæðuöryggi og tryggja fæðusjálfstæði íslensku þjóðarinnar. Og þá veltum við fyrir sér eins og bara einfalt dæmi bara eins og með forgangsáætlun í bólusetningar. Þess að vissulega framlína ekki að sama og framlína. Það náttúrulega framlína það fólk sem í miklu samskipti við aðra sem getur hugsanlega verið smitberar. En til að mynda eins og bara bændur, ef þeir að sinna matvælaframleiðslu og fæðuöryggi, að væri þá hugsanlega til framtíðar að þeir ættu þá að vera þá framar í þessum forgangshópi í bólusetningu. Sama má segja með dýralækna og ráðuneyta sem koma bara til aðstoðar inn á búin. Þetta eru samskiptin. Þannig að það alls konar svona spekuleringar sko. Vegna þess að ef þú ætlar að tala fæðuöryggi og reyna að hluta það inn í þjóðaröryggisstefnu, þá þarftu einhvern veginn svona hvernig á að tryggja það og ganga úr skuggum að það náist eða það markmið sko. Björn, kannski aðeins stuttu þetta, við skulum ekki missa okkur inn í umræðinu þjóðaröryggismál núna, en ef þú myndir aðeins mærandi fæðuöryggi. Já, náttúrulega fæðuöryggi hvernig á að tryggja það, við getum aldrei tryggt að 100% með innlendum fæðugjöfum, við verðum alltaf eitthvað háð erlendum birgjum, en við getum aukið fæðuöryggi til dæmis með því að efla kornrækt. Og við getum aukið fæðuöryggi með því til dæmis að efla framleiðslu á repjuolíu. Við getum aukið fæðuöryggi með því að stuðla því að það verði hér til smá virkjanir, að bændur verði ekki rafmagnslausir ef eitthvað fer úrskeiðis. Það má finna margar leiðir til þess að efla þessa innviði sem eru nauðsynlegir til þess að framleiða fæðu. En að við getum tryggt að 100% þá þurfum við eftir vill að taka upp annars konar hagvarnir almennt, en ég tel að með því að fara inn á ýmislegt sem nefnt af okkur og menn hafa skoðað, kom löng skýrsla frá Landbúnaðarháskólanum fæðuöryggi nýlega með því að skoða þetta, fara yfir þetta, að þá getum við gert marga hluti hér sem ekki aðeins eru fæðuöryggislegir heldur eru líka til þess að efla innlenda framleiðslu á mörgum hlutum. Þannig að
Það er að tengja þessa þætti svo marga, saman á svo margvíslegan hátt og við erum þetta með sérstaklega kafla kornræktina. Og jarðrækt? Já, einmitt. Þannig að þetta bara spennandi viðfangsefni. Við höfum ekki nýtt öll tækifæri sem við höfum í landbúnaði. Þvert á móti þau eru óteljandi. Já, og ef við förum dýpra í það með alla þessa auðlindastrauma sem eru vannýttir, varðandi virkjanir, jarðvarmavirkjanir og gróðurhúsaræktun með grænmeti og annað. Já, við höfum ekki minnst á gróðurhúsin. Já. Það er náttúrulega eins og kúabúskapurinn hátæknigrein hér og þróast mjög hratt og mjög spennandi. Það eru mjög margir, eins og ég sagði hérna upp að mjög margir spennandi hlutir að gerast sem er að auðvelda okkur að takast á við viðfangsefni. Eitt er pólitískar ákvarðanir eins og Herdís kom inn á varðandi sláturhúsin, samkeppnisstaðan þar og það eru viðræður í gangi það mál, hvernig megi auka hagræði þar. Þetta eru ekki náttúrulögmál, heldur þetta einhverjar ákvarðanir sem teknar eru af stjórnvöldum sem þarf að komast að niðurstöðum. Já. Mér langar kannski aðeins að svona það vera halla á seinnipartinu þættinu með sem að svona almennt umræðu kynslóðaskipti og þetta er svo stórt og mikilvægt mál. Við sjáum við ákveðnum hlutum í búskap á Íslandi að það er eldast mjög fólk og hvernig sjáum við, Herdís, og færir hans í það, hvernig stuðlum við að svona, kynslóðaskiptum í búskap á Íslandi? Þannig að ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt mál. Hvernig hjálpum við til þar? Já, það er einmitt fjallað ágætlega þetta. Ég er miklu við að bæta út bara því sem kemur fram í skýrslunni. Það er náttúrulega bara flókið mál. Þetta er lífeyrissparnaður bænda er oft falinn í bújörðinu þeirra og þetta snýst jafnvel stundum að þú þarf eiginlega að fá foreldra þess að flytja út svo þú getur flutt inn. Þetta er svo miklu flóknara en bara fyrirtæki. Þetta er líka bara búsetan og svona. Þetta er heimilið raunverulega bara samtengt rekstrinum. Rosalega bara flókið og óboðlega ólíkt á milli bæja. Sums staðar gengur þetta greiðilega fyrir. Það er kannski verið hreinskilin með það er mjög erfitt kannski að koma alveg nýr inn í kúabúskap. Það eru mikill framleiðsluvilji og kannski dýr startkostnaður að koma inn í það og kannski er það líka bara eitthvað sem er eðlilegt. Það er ekki alveg sjálfsagt að við getum öll farið og opna stórmarkað bara upp á einn spýtur. En ég held kannski að þetta snúist frekar þá einmitt kynslóðaskipti, þessi nýliðun og það kemur mjög vel fram þarna í skýrslunni hvernig það er að hliðra til þá að dreifa arði og hagnaði af sölu og fleira. Ég svo sem veit ekki, við hefum ekki miklu við það að bæta sem er þar í skýrslunni. Einmitt. Björn, þetta varðandi kynslóðaskiptin, umræðan þau og ef þú færir bara stutt í það. Ég held að þetta sé mjög stórt mikilvægt mál. Þetta er mjög mikilvægt mál, bæði nýliðun og kynslóðaskipti og eins og Herdís segir þá er þetta flókið og það er hægt að skapa ábyggilega betri umgjörð. Það er nú tekið dæmi hér í skýrslunni sagt að nýlega breytingar á skattalögum þar sem heimilt er að dreifa söluhagnað og sölu bújarða til alltaf 20 ára í stað 7 hefur eins mikill stuðning við nýliðun og búsett í sveitum. Það er alls konar svona atriði sem við þurfum að líta til. Hvaða umhverfi er þetta? Erum við þarna að setja búskap í sama hólf og fyrirtæki eða hvernig ætlum við að standa að þessu? Höfum við skilning á þessu eða höfum við ekki skilning á þessu? Og það kemur fram líka að Byggðastofnun hefur nýlega gert samning við Evrópska lánastofnun sem auðvelda Byggðastofnun að stuðla að kynslóðaskiptum með lánum af því að þessi Evrópska stofnun, þetta er ekki vandamál bara hér, þetta er allstaðar og það er búið að styrkja mjög alþjóðlega sjóði til þess að stuðla því að svona kynslóðaskipti geti átt sér stað og Byggðastofnun er komin inn í þetta og Byggðastofnun er nú orðin ein helsta lánastofnun landbúnaðarins og skiptir gífurlega miklu máli fyrir landbúnaðinn að Byggðastofnun standi vel og hún gerir það núna og bændur eru mjög góðir viðskiptavinir Byggðastofnunar. Núna hefur þetta bæst við þessi kynslóðaskiptasjóður og stuðningur við kynslóðaskipti þannig ég er vissum að og þessi breyting á skattalögunum það þurfa að sjá að það tekur sinn tíma en ég held að það sé fullur vilji til þess
að auðvelda þetta. En þetta flókið og engin patentlaust til að þessu. Nýliðunin líka flókin, en ef að við upphefjum landbúnaðinn og tölum hann kannski á annan veg heldur en gert hefur verið, að þá kannski löðum við fleira að, þá eru fleiri tækifæri, þá hægt að nýta, þá þarf ekki að fara inn í endilega gamlar og hefðbundnar greinar, heldur hægt að nýta bara á nýja staði og svo framvegis. Þannig að það eru mörg tækifæri. Vigdís, það náttúrulega, það þetta ekki það flókið, í rauninni besta leiðin til að stuðla nýliðum, það örugg afkoma og arður af þeim framleiðslu vörum. Við höfum oft velt þessu fyrir okkur í nautakjötsframleiðslunni, það eru tækifæri þar, við erum að framleiða minna en eftirspurnin eftir, það gætu fleiri farið í það, en þá þurfum við líka til þess að það er alltaf ábyrgð að hvetja fólk til að fara í einhverja framleiðslu sem það hefur ekki kannski eitthvað út úr, og það auðvitað bara einn stærsti þátturinn í því að tryggja nýliðum, það náttúrulega bara góð afkoma. Já. Vigdís, þetta? Já, bara ég hefur svo sem litlu að bæta sem kemur fram í skýrslunni og Björn búinn að rekja svo myndarlega, sko, að þetta það einmitt, sko, það frekar vinsælt og þykir smart og flott að vera í einhverju sem tengist, sko, landbúnaði og matvælaframleiðslu. Það hvað segir maður, þessi litlu brugghús að spretta upp og alls konar og svo síðan reglugerðin heimaslátrun sem mun vonandi að fara farsællega af stað bara með haustinu. Það þessi tenging við neytandann og beint frá bíli hugsun og sem sagt, þannig að þetta allt bara óbúslega spennandi að vera með í þessu, og ég tala nú að það eru gríðarlega fjármunir sem hafa farið í bara nýsköpun og rannsóknir, sko. Síðasta ári voru hátt í 6 milljarðar, þannig að sem fóru í nýsköpun og rannsóknir, og þetta eitthvað sem fólk til þess að tryggja nýliðun og til þess að tryggja það, ég meina fólk vill taka þátt í einhverju svona spennandi verkefnum og sérstaklega fjármunir tryggðir til þess að koma sér að stað, en vissulega eins og Herdís nefnir að það þarf líka að sjá fyrir endan, sko, hvernig þú tryggir síðan afkomiðina, en eins og bara mér þykir svolítið spennandi eins og með haustun, sko, ef komið nýr landbúnaðarráðherra, það verður fyrsta held ég sem við munum leggja til allavega að fella niður vaska og möltu innlendu byggi til bjórgerðar og þannig það samkeppnisleifara við að innflutta, sko. Einmitt. Vigdís, nú heitir þáttur Næstu skref og hvernig sérðu þau fyrir, ef við förum að enda, ég ætla nú bara að þú myndir byrja á síðan Herdís og Björn enda, verður næstu skref í þessari vinnu? Það að fara fram og Björn mun fara með landbúnaðarráðherra Kristjáni Þór og Hlédísi og kynna þetta vítt og breitt, taka hringferð. Hvernig sérðu fyrir næstu skrefi í þessu máli, svona þinni hálfu og bændasamtakana? Bara við munum bara fylgjast með, við ætlum að reyna að fjölmenna á sem flesta af þessum fundum. Svona bara til þess að hlusta og fá samtalið bara beint í æð og hvað fólk í landinu kring að hugsa. Það næstu skref þessum tengt. Þannig að við viljum vera virkir þáttakendur í þessari umræðu bara strax á byrjunum. Við viljum ekki að þetta skjal verði bara eitthvað sem lendur hún í skúffu, sko. Það eru fullt af punktum hana sem þarf að ræða og þarf að tæpa á og það einmitt, þannig að við munum reyna að mæta sem flesta af þessum fundum bara að fylgjast með. Mjög gott. Herdís. Næstu skref. Þetta óbúslega gott skjal og margt sem kemur fram í þessu og alveg frábært að sé búið að taka allt saman á eitt stað og sem hún segir, maður alls ekki lenda hún í skúffu, sko. En það alveg frábært að ég ætli líka að fara inn við hringinn landið og kynna þetta og ég svona ímynda mér að það verði kannski allan að hálfu minna félagsmanna þá verði mest umræða 13. kafla sem þarna þetta fyrirkomulag opinbers stuðnings. Það verða svona mikil skoðanaskipti á þessu og mismunandi svona hvað skoðan bændur hafa á þessari hvort að byggðastefna í að vera inn í landbúnaðarstefnu. En samt þetta algjörlega eins og við erum alls saman þá tvinnast þetta auðvitað saman. En þetta náttúrulega næstu skref, þau eru fjölmörg, þetta snýr að svo miklu eins og vorum að tala skilgreiningin á landbúnaði orðin svo miklu teygðari, en þá náttúrulega einfaldast að segja samtalið, það næsta skref, það samtalið. Já, einmitt. Yngvi Stefánsson benda á í athugasemdum hjá okkur að svínasláturhús Dænis Krán í Horsens slátra 20 grísum á dag, það framleitt 80 grísir á Íslandi á árið, þannig að það eru 4 dagar í sláturhúsinu. Akkurat. Öll íslenska framleiðslan einu sláturhús í Danmörku. En Björn, hvað segirðu Björn
næstu skref? Þið eru að fara þá þessa hringferð og... Já, ég meina að næstu skref eru bara að ræða þetta og fara yfir þetta og heyra hvað, þetta liggur líka inn á samráðsgátt stjórnvalda og þar geta með sett skriflegar athugasemdir eða ábendingar. En það er ekkit einfalt mál að koma síðan að niðurstöðum það hverju eiga að vera áhersluatriðin. En ég vona að það skýrist á megin áhersluatriðin þegar upp er staðið og menn ætla síðan að ná þessu saman í eina stefnu. En það verður ekkit skilið á milli, það verður aldrei skilið á milli landbúnaðar og byggðastefnu eða landbúnaðar og bara atvinnustefnu almennt í landinu. Ég meina, það var lykilatriði, öflugur landbúnaður er lykilatriði fyrir Íslendinga og Ísland og það er enginn sem lætur sér til hugar koma menningarlega eða með hliðsjón af fullveldi menningu og sögu og allt þetta að landbúnaður hverfi hér. Það er eins og að skapa honum nútímaleg skilyrði og leyfa framtaki bænda að nýta sem best við sem bestar og almennastar aðstæður. Og það held ég að það megi lesa út úr þessu skjali okkar að við göngum mjög breiðan veg þegar við förum í þessar umræður og við getum tekið við öllum sjónarmiðum og skoða þau innan þess ramma sem við höfum mótað. Og vonandi tekst síðan að sortera út úr þessu að lokum þar sem menn telja mikilvægt að verður farið að forgangsraða. Já, þetta er fín loka orð og ég bara þakka ykkur kærlega Vigdís, Herdís og Björn fyrir að koma í þáttinn. Það er góð umræða og alltaf mikilvægt að ræða landbúnaðarmálin, stór málaflokkur, hvað það ekki síst fyrir okkur út á landi. En ég vil bara þakka í dag og góður árandur og svo reiknum við bara með næsta þætti eftir viku, en jafnvel fyrr, við sjáum til.